Ég byrjaði fyrir 12 árum og þá var þetta miklu minna og svona rólegri yfir þessu, en nú er þetta búin að auka svo mikið og miklu minni tími, þannig að þetta er miklu meira álag, sko. Ég sé ekki mikið minna á laununum, sko. Ég er búin að vera í 12 ár. Það er eiginlega ekki hægt að lýsa Jóhannu, hún er í sér flokki. Hún er eins og jarðýta. Þetta er bara sólargeisli sem kemur til manns. Sérstaklega þegar maður er svona mikið einn. Alltaf brosandi. Ég fæ útborgað svona 270 cirka. Ég er enda komin í 90% núna. Minnkaði það því að ég er búin að vinna svo mikið í 14 ár. Var fráskil með 5 börn. Búin að vinna rosalega mörgum stöðum alveg frá klukkan 5 á morgnana til 7:30 á kvöldin. Laugardagar, sunnudagar, alla virkadaga. Þannig að sá maður ekki neitt. Maður kom heim, gaf maður að borða, háttaði krakkana og svo fór maður að skúra eitthvað staðar og þetta er búin að vera svakalega mikið, sko. Maður getur ekki verið bara í heimaþjónustunni, maður nær ekki endum saman svoleiðis. Það er mjög gott samband, mér þykir ofboðslega vænt um hana og þegar maður er búin að eiga svona samskipti við hana í svona langan tíma að manni þykir vænt um fólk. Og það er bara ein Jóhanna. Og ef einhverja hluta hún kemur ekki til dæmis á föstudegi þegar það eru þrið, þá er maður bara, dagurinn er ónýtur. Gefðu mér eitthvað nafn á tyrkneskum heldri manni. Hefur þetta ekki haft áhrif á heilsuna? Já, ég bara bjarga mig þannig að ég hef alltaf að geta lagt mig, eða sko þegar ég kem heim get ég alltaf sofnað. Það er mjög gott, ég get alltaf sofnað, stundum hef ég bara lagt mig í bílnum, legg mig bara svona. Já. Þú segir hún að tala um að hvíla sig. Já. Þá leggur hún út á vegakant og sofnar í 5 mínútur. Já. Alveg. Svo hvílir sig. Og stundum hefur verið svo þreytt, einhvern veginn alltaf að fara í bankann og þá laði ég fyrir á bankann, svo steinsofnaði og þá var bara að loka bankann. Það er svona þreytt. Þannig að þetta er alveg bara svolítið mikið.